venjugerður dagur hjá mér, það kannski svolítið breytilegt eftir því hvaða árstíma við erum að tala um. Ræktunin byrjar kannski, það má kannski segja hún byrji strax í janúar. Þá ég að panta inn og undirbúa og ákveða hvað nákvæmlega ég ætla að rækta það árið. Svo ég að byrja að sá, það svona mars, apríl, það forræktun. Svo einhvern veginn taka útiverkefnin við, að sá beint út og planta út og svo þetta umhirðan og svo uppskerustörfin haustið og þau teygja sig alveg langt fram að áramótum. Svo náttúrulega ég að vinna þessar vörur líka úr grænmetinu og það þá svona eins og vetrarverkefnið og það eru þá líka vörur sem hægt að vera með í sölu allt árið kring. Hérna á ég til dæmis spergilkál, grænkál, hvítkál og hérna toppkál. Svo hérna hnúðkál, gulrætur, selleri og kúrbítur, aðeins vorlaukur líka. Og svo eru hérna alls konar vörur sem ég framleiði. Þar ég mikið að nota útlitsskallað eða einhvers konar svona auka afurðir grænmetisins. Þar til dæmis til gulrótarchutney, ég með vallhumalslaup og vallhumalssíróp sem gert úr vallhumalsblómum. Svo hérna salt, það krækiberjasalt, grænkálssalt, sellerisalt, rauðkáls- og döðlusalt og svo hindberjasalt. Alltaf haft áhuga á ræktun í rauninni alveg síðan ég var barn. En það var kannski fyrst þegar ég fór að vinna fyrir, ég vann 2 haust í Akurseli í Öxarfirði sem þá stærsti framleiðandi á Íslandi af lífrænt ræktuðum gulrótum. Og það var kannski fyrst þar sem ég bæði áttaði mig á að það væri hægt að rækta lífrænt á Íslandi og eins að það væri hægt að vera með útiræktun nánast hvar sem maður staddur á landinu. Svo eftir ég var komin í þessar pælingar með að langa til þess að rækta og langa til þess að mennta mig í ræktun, þá kannski fór ég svona aðeins að horfa í kringum mig hvernig ég ætlaði að gera það og svoleiðis. Og þá datt þessi jörð á sölu og það kannski ekki sjálfgefið að þegar maður að byrja frá grunni þá bara svo margt sem þarf að huga að og þá getur verið gott að vera nálægt fólki sem maður þekkir. Og ég hérna bara rétt hjá foreldrum mínum, rétt hjá jörðinni þar sem ég ólst upp. Þannig að ég sá fram á að geta til dæmis fengið lánuð tæki og verkfæri og slíkt til að byrja með í staðinn fyrir að þurfa að fjárfesta í öllum pakkanum alveg leið. Þannig að það var kannski líka stór þáttur í því af hverju þessi staður varð fyrir valinu. Í lífrænni ræktun þá erum við auðvitað ekki að nota eitur, við erum ekki að nota tilbúin áburð. Við erum rosalega mikið að hugsa þetta út frá hringrás og sjálfbærni markmiðum. Þetta snýst að skapa einhvers konar svona hringrás á bílinu. Í grunninn þá það þetta handverk og þessi litla framleiðsla sem heillar mig. Ekki hvað síst í ræktuninni að gera það og vinna bara svolítið mikið með höndunum og einmitt geta verið með fjölbreytt úrval. En maður svolítið að leika öll hlutverkin. Þú ert bæði að framleiða og þú ert að markaðssetja og þú ert að selja og þú ert jafnvel að afhenda bara í eigin persónu. Þannig að bæði, þetta getur verið býsna mörg handtök en á sama tíma þá þetta líka bara persónulegt og skemmtilegt og þú þekkir viðskiptavini þína, jafnvel flesta. Það auðvitað forréttindi og ekkert annað að fá að vinna með náttúrunni, að fá að vinna utandyra og mér finnst frábært að vera minn eigin herra og geta ráðið tímanum og hvernig ég skipulegg mig. Það hentar mér mjög vel. Við á Bakkaflöt erum með gistingu bæði í smáhýsum og gistingu inn í herbyggjum og svo erum við líka með tjaldstæði. Svo erum við með rifirrafting, austar og vestar í Jökulsá. Austar meira svona extreme, 18 ára aldurstakmark og svo vestari svona fjölskyldu á sem með 12 ára aldurstakmark. Svo erum við líka með sit on top kajaka niður Svartá og það líka 12 ára aldurstakmark.
svakalega skemmtilega á, mikið fuglalíf. Við erum líka með skólahópa hérna á vorin og fáum kannski kringum 1800 krakka þegar það er mest. Þá er líka verið að fara í paintball og loftbolta. Við erum með þrautabraut hérna niður frá þar sem er verið að klifra upp reipi og yfir net. Í góðu árferði þá er að koma kannski í kringum 10.000 manns hérna á svæðið þegar er gott sumar. En svo fer þetta mikið eftir veðri líka, sérstaklega tjaldstæðið. Öryggismál í fljótasiglingunum hjá okkur okkur mjög mikilvæg og vinnum við eftir ákveðnu öryggisplani. Við erum með þrautþjálfaða menn sem að koma meðal annars frá Nepal og sem eru í vinnu hjá okkur. Við erum að fá Nepala, það er náttúrulega erfitt að fá þá frá þessu landi gegnum útlendingastofnunum, en þetta eru bestu menninir í rifrafting í dag. Þannig að þess vegna höfum við fyrir því. Ævintýrið hérna á Bakkaflöt byrjar, hvernig var þetta, pabbi? Það byrjar 86 þegar þú ert 6 ára. Og það byrjaði nú þannig að við vorum 1 mánuð að selja veitingar og svo hefur þetta þróast þannig að við byrjuðum með gistingu, veitingar, litla sundlaug, heita potta og tjaldstæði og rifrafting svo 93 og svo hefur komið þrautabraut og litboltavöllur og þjónusta, við vorum að þjónusta líka göngufólk, vorum að keyra inn á fjöll með göngufólk en svo ég komin út af Daníeli Sigurðssoni sem að átti Steinstaðir. Þetta var allt ein jörð sem að þessi uppbygging orðin á hérna og síðan átti afi jörðina, eignaðist hana, skiptir henni 1946 að mig minnir í 6 hluta og þeir voru 5 synir hans og hann hélt þeir voru 5 bræðurnir og hann hélt einum hluta sjálfur. En síðan keypti sveitarfélagið hérna meiri hlutann í Steinsstöðum og faðir minn búinn að láta náttúrulega að það örugglega 20-30 aðilar að hafa lóðir hérna sko í kring. Já, við erum mjög ánægð með það að hérna geta látið börnin yfirtaka þetta smá saman og við erum bara í kompaníi með þeim eins og en við erum nú hérna eldast og Stirna líka en þau eru komin inn í þetta alveg Signý og Finnur og svo hefum við eigna dóttir sem heitir Unnur fyrir sunnan sem líka hluthafi í þessu þannig að og þetta bara gengur ágætlega sko. Kaffikorg sjálfkjara kaffibrennsla. Við flytjum inn og ristum hágæða kaffi. Þar að auki bjóðum við upp á þjónustu eins og námskeið tengt kaffi, bæði fyrir heimiliskaffibarþjónin eða þá aðalega sem eru með bari eða veitingastæði þar sem ég aðstoða bæði við að framleiða kaffi fyrir viðskiptavini en aðstoða líka við námskeið tengt við að gera espresso og breiða mjólk og alls konar kaffi tengt. Ástríða mín fyrir kaffi byrjar held ég bara fljótlega eftir ég var að vinna á Te og kaffi og sá fljótlega að ég var ekki að gera neina flotta bolla en samstarfsfólk mitt var að gera miklu fallegri kaffibolla en allir eru að borga sama verð fyrir hvern bolla en ég spyr hvar hægt að læra meira og þau segja bara að þá þarf ég að taka þátt í Íslandsmóti og kaffibarþjóna. Þannig ég bara skráði mig til leiks og keppti á Íslandsmóti kaffibarþjóna eftir að vinna aðra hver helgi í 3 mánuði og stóð mig með príði. En þar allan var þetta samfélagi í kringum kaffi og kaffikeppnir og þessi ástríða fyrir kaffi og að læra meira kaffi. Að það byrjaði eiginlega með þessum Íslandsmóti kaffibarþjóna, ég held að það hafi verið 2009. Við flytjum hingað, við kona mín, ég heiti Vala og Rannveig, kona mín, við flytjum hingað í Skagafirðinn en ég til helsta ástæðan fyrir að koma hingað eru þessi yndislegu tengdaforeldrar sem ég á inn á Krók og þau hafa verið aðalega tengdapabbi en þau bæði hjálpa gífurlega við að byggja upp kaffibrennsluna hérna í sveitinni.
Við skerum okkur af með því að vera að flytja inn kaffi sem í hágæðaflokki, svo kallar við specialty kaffi. En kaffi allt flokkað eftir gæðum og við kaupum þá kaffi í hæstu gæðum en ristum það í litlu magni af natni til að draga fram náttúruleg bragðeinkenni hvers kaffis fyrir sig, eins og þessi Kenya sem ég drekka núna með rosa bjarta og háa sýru og berjatóna sem einkennandi fyrir Kenyu kaffi. Í dag aðalega hægt að fá kaffi frá okkur hér í Skagafirði en við erum á ýmsum endursölustöðum hér. En einnig búin að tækla svolítið Suðurlandið, þannig að við erum með kaffi í Njarðvík og einum stað í Reykjavík og svo góð sala á Flúðum. En svo erum við bara að halda áfram að stækka og dreifa úr okkur og gefa öllum að smakka kaffið okkar. En við höldum við séum að gera góða hluti. Það fallegt að vita að hver bolli byrjar hér í litlu brennslunni okkar og endar sem hlýja, bragð og ilmur í höndum einhvers annars.